Eru góðar aðstæður eða? Já, það er bara mjög fínar aðstæður. Ég var náttúrulega, það eru mjög fínar aðstæður heima svo sem líka og aðstæðan er mjög góð. En ég er náttúrulega svo sem að ertast í þjálfaran. Það er nú ástæðan fyrir að ég kom hérna svona til að byrja með. Já, og kannski aðeins að þessu þjálfara sem að menn veit ekki hver er. Hver er að þjálfa þið þarna úti? Já, hann heitir Terry McHugh og er írskur spjótkastari, fyrrverandi, hann hættir núna. Og hann er búinn að gangi gegnum ýmislegt í þessu og hann er meðal annars búinn að keppa á ferðum ólympíuleikum og hann keppti meira því á 2 ólympíuleikum líka. Já. Á bobsleiða. En já, hann sem var mjög lengi í þessu og mér finnst mjög góður þjálfari, ég er mjög ánægð með hann. Og hvernig, er þetta svolítið öðruvísi þjálfun þarna í honum þá heldur hann hérna á Íslandi eða? Já, þetta er náttúrulega, svona breytingar svona að vissu leyti. Ég var náttúrulega aðeins að breyta tækninni hjá mér og svona gera hluti aðeins öðruvísi. En svo náttúrulega þegar maður er búinn að vera í þessu svona lengir og vanur mörgum æfingum og það er nú margt sem maður notar ennþá sko. Það er náttúrulega allt búið að umhverfna. Já. Hvernig er svona, ertu að keppa eitthvað þarna úti núna eða ertu bara að æfa þig á fullu og svo kemur þú hérna heim á milli? Nei, ég keppnistímabil með því búið, það er náttúrulega bara í sumar og svo núna er bara uppbyggingartímabil og ég keppi næst í mars á vetrarkappsmótinu. Já. Þessi vetrarkappsmót frjálsíðu sambands Evrópu. Þetta er svona svolítið, af því að kastararnir náttúrulega keppa ekki á innanhúsmótunum. Og þá fáum við vetrarkappsmóti í staðinn. Þetta er svolítið svona, við verðum ekki út undan. En já, það er þetta næsta mót og svo er þetta bara næsta sumar. Þannig að núna er bara allir fókus á bara æfingar og bara byggja sig upp fyrir tímabilið og já, það er bara fjör. Hvernig verður þú núna bara út í Sviss alveg fram á kastmóti eða? Já, nú bý ég bara hér. Já, ekki flóknara. Og hvar býrðu í Sviss? Ég er rétt fyrir utan Zürich, ég er í úthverfi Zürich og ég sem sagt var síðasta vetur, þá var ég alltaf að fara svona fram og tilbaka í æfingabúðum eins og úr talum. En núna er ég eiginlega að komast inn í doktorsnámið hérna úti. Já. Þannig að ég ætla svona að tvinna þetta saman, að halda ennþá áfram með skólan og fara í rannsóknarvinnu og vera að æfa hérna á fullu. Og ertu þá búinn að læra tungumálið þarna? Það er náttúrulega, sko, ég lærði þýsku þegar ég var ég er í þýska hlutanum í Sviss og ég lærði þýsku í menntaskóla og ég er nú alveg vel mellifær í þýsku, sko, ég er bara ekki mikið að tala með en ég les lögin og fólk þarf að passa sig hvað það segir í kringum mig og svona, en þeir tala svissneska þýskuveitna sem er aðeins öðruvísi en maður kemst vel af með háþýskuna bara. Já. En planið er nú samt að fara á námskeið svona til þess að ná þessu ennþá betur. Já. En hvernig er svona, eins og þú ert að æfa þarna, er þetta skemmtileg hópur? Ert að æfa með einhverjum sérstökum hóp þarna eða ert í einstaklingsþjálfun hjá honum eða? Sko, ég er með að æfa, ég er í félagi hérna í Zürich og ég keppi fyrir þetta félag á svissneska meistaramótinu. Það er svona bikarkeppnin eiginlega. Og það er æfingahópur sem ég er með hérna og svo hef ég verið að detta inn í því að Terry er svona landsliðsþjálfari Sviss í spjótkasti. Já. Og þannig að þegar þau eru með svona landsliðsæfingabúðir sem verður til dæmis helgina að þá fer ég með, ég detta svolítið með það líka. Já. Þannig að þetta er svona svipuð stemning á Íslandi, svona bikarmót og skemmtilegt. Já, það er hörku fjölmaður. En þannig að ég er að æfa með mínum æfingafélagum svo dagstaglega og svo eru spjókastarar sem eru annars staðar í Sviss líka sem að koma stundum á æfingar til okkar og við þurfum að æfa með þeim og þannig að þetta er svolítið stór hópur í heildina. Já. Er mikill áhugi fyrir frjálsíþróttum þarna úti í Sviss? Já, það er svolítið áhugi fyrir þessu. Þeir eru náttúrulega, sko, þeir eru ekki beint mjög framanlega svona í mörgum greinum en það verður sér rosa mikill áhugi. Þetta er eins og bara til dæmis að þá er þeir með 2 demantamót hérna í Sviss
Það er hérna í Lausanne er alltaf eitt demantamót, það er í franska hlutunum og svo er annað af 2 loka demantamótunum er hérna í Sviss. Já. Og svo náttúrulega eru þeir að fara að vera með Evrópumeistaramóti næsta sumar. Já. Þannig ég verð svona eiginlega á heimavelli. Já, nákvæmlega. En nærðu eitthvað að fylgjast með hérna heima eins og ertu núna, ert þú einn af þeim sem er að missa sig yfir þessu fótboltalandsliði eða ert þú bara ekkert að spá í því? Ég fer á NBL á hverju degi, sko, en ég fylgist nú alveg með. Og ég svona fór að standa mig að því að lesa miklu meira á NBL og Vísi eftir ég flytti hérna út. Þannig jú, ég veit alveg hvað er að gerast heima og ég er ekkert að missa mig yfir. Ég hef sjaldan mitt niður fótbolta, við getum allavega svona eiginlega orðað þannig. Já, einmitt. En ég er ekki að æsa mig yfir þessu, ég er meira svona í því að hlæja fólki sem er að æsa mig yfir þessu Facebook. Já. En hvernig er svona, markmiðið þarna, ertu komið með einhver sérstök markmið núna fyrir til dæmis næsta kastmót og fleira? Já, sjálfsögðu náttúrulega, þú veist, núna er bara aðalatrið, ég er bara, akkurat núna er ég að koma mér í form og svo er bara að vinna í þessum tækniatriðum áfram sem að, þú veist, í því að breyta hlutum sem ég hef verið að vinna í, þetta er bara heldur áfram og sjálfsögðu er ég búin að setja með markmið fyrir næsta sumar. Og maður náttúrulega stefnir bara alltaf að því að bæta sig og gera betur. Það er það sem að kemur manni á æfingu á hverju degi. Já. Og ert alveg laus við meiðsli? Já, ég er alveg heil núna. Það er bara alveg frábær tilfinning að vera að byrja alveg heil. Ég var með leiðindra svona smá meiðsli í fætinum heil lengi. Og ég reyndi að losna við það síðasta vetur, en það var svona aðeins að plaga mig þegar ég byrjaði að æfa. Og núna er ég bara alveg blessunlega 7-13 laus við það. Og nú er þetta bara svona, þú er bara vera svolítið skynsamur og spila með líkamann. Já. Og ferði ekki bara svo að hugsa á þýsku? Það er eitthvað í það, en það er svona, ég er búin að vera svolítið súkkulaði hérna, það er allir svo lélegir, eða svona, það er ekki mjög sterk í enskunni, þannig að þau eru notað tækifæri að æfa í ensku með því að tala um mig. Já, auðvitað. Þannig að ég er eiginlega meira svona, ég held ég færi fyrst að hugsa ensku og svo bara að gera svo þýsku. Já, nákvæmlega. En hvað ertu að æfa oft þarna? Já, veist, hvað eru margar æfingar? Ertu að æfa daglega eða hvernig er staðan á þessu nú? Já, ég er alltaf með, ég er á hverjum degi nema það alltaf 1 frídagur í viku. Já. Og hvað gerur þið þennan frídag? Ertu þá bara að hámið í nammi og slaka á eða? Já, þá ligg ég upp í sjópa allan daginn með nammipóka. Nei. Með svissna súkkulaði sjálfsögðu. Já, auðvitað. Nei, ég segi svona, ég er búin að vera að gera ýmislegt hérna. Ég með þess að kom inn í sambandi, fór nú síðustu helgi í brönns með Íslendingafélaginu. Þannig að maður er svona aðeins og svo hefur við verið að fara í sánu með æfingafélagunum og svona rest recovery og bara njóta þess að vera hérna í Sviss. Já. Náttúrulega fulla fallegt land. Þannig að það er nóg að gera hjá þér. Þið leiðist allan ekki þarna úti? Nei, ég hefði bara fínt. Já. Svo ef manni leiðist þá er bara skellur maður til á Skype og heyrir í vinum og fjölskyldu. Nákvæmlega. En Ásdís, viltu segja eitthvað að lokum áður en sleppið þér? Nei, ég held að við hvað verður þetta bara nokkuð vel, sko. Já, ég er bara ánægð hérna og gengur bara vel. Flottir, við heyrjumst allan að þegar mótaröðanir byrja aftur. Já, við gerum það. Gangi vel, þakka þér fyrir. Já, takk, bless. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.